Það ekki á hverjum degi sem nýtt fyrirtæki opnar á Árskógssandi. Það gerist þó í fyrra vor þegar Keramikloftið hóf starfsemi sína í húsnæði við höfnina. Þó fyrirtæki sé nýtt í Dalvíkurbyggð, það á það sér 30 ára sögu. Hjördís Áskelsdóttir stofnaði fyrirtæki árið 1990 og rak á Óseyrin á Akureyri. En nú það komið í hendurnar á annarri dóttur hennar. Og þegar að hún deyr 2010 að þá tók systir mín við af því að við bara gátum ekki hugsað okkur að starf, svona margra ára starf og sem var hennar líf og yndi myndi bara hætta, þannig að hún tekur við. Svo fer hún að eiga börn og flyttur á Húsavík og þá var svona spurning hvað ætti að gera og ég var einhvern veginn bara vissi ekki alveg hvað ég ætlaði að gera í lífinu, þannig að ég hugsaði mitt hver þarf ekki master í heimskautarétti, til þess að opna Keramikloftið á Árskógssandi, þannig að ég sló til, þannig að hafa komið röðin að mér. Keramikloftið sérhæfir sig í steipun og alls konar skrautmunum. Framleiðsluferlið nokkuð tímafrekt. Fyrst leirmassinn settur í mót og látinn þorna. Þessu næst hluturinn losaður úr mótinu, hreinsaður og síðan brendur. Þá hann klár fyrir sölu og viðskiptavinir sjá að skreyta hana vild. Flestir eru að mála með akrylitum, þannig að þá þarf ekki að brenna þetta aftur. En að sjálfsögðu ennþá fólk sem vill fá eins og grænu jólatrén eins og amma átti og þá eru þau glerjuð og þá þarf að koma þessu til mín aftur og brenna það. En hvað eiginlega vinsalast hjá fólki? Hvað vill það helst vera að mála? Langvinsalast eru jólatrén. Sem eins og við erum með hér, við erum með 3 stærðir af jólatrjám sem fyrir perustæði, eða perur og þá getur við kveikt á þeim. Svo erum við með minni líka sem bara fyrir pinna. En svo bara fast á eftir jólatrjánum þá myndi ég segja að væru álfarnir á gólfinu sem eru tilbúnir í að láta verka sig áður en þeir fara í ofnin. Og hvað, fólk að setja þetta bara í garðana hjá sér eða? Já, það ekkert mála að vera með þetta úti yfir sumartíman en ég mæli ekki með því yfir vetratíman, svona upp á að frost springi ekki. Mónika segir stefna því að halda opnar vinnustofur þegar sóttvarnareglur leyfa, en þá getur fólk komið á Keramikloftið og keypt sér hlut sem það málar á staðnum og hefur þá aðgang að alls konar litum. Flestir panta þó vörurnar á netinu og fá þar sendar heim til sín, en Keramikloftið á sér marga digga aðdáendur sem staðsettir allt land. Sumir þeirra máluðu sinn fyrsta hlut þegar Hjördís, móðir Móniku rak verslunina og eru enn að. Nú, svo endurnýjun, fólk sem að mála, það leyfir börnunum sínum að mála og svo eftir 30 ár þá eru þau börnorðin, fullorðin og komið með sín börn að mála og þau jafnvel svona að verða stálpuð, þannig að það virðist vera nóg af fólki sem hefur áhuga á að mála. En hvað gefur þetta nákvæmlega fólki? Það rosa erfitt að tala fólkið en eins og fyrir mig að þetta gefur mér alveg gríðarlega mikið bara, það og sérstaklega ég finn fyrir eins og núna í COVID og svona, bara það að geta sest niður, sónað út, þurfi ekki að hugsa neitt nema bara hvernig ætla ég að mála þetta, hvernig vil ég hafa þetta og fá svo eitthvað ægilega fallegan, svepp eða álf eða eitt fallegt jólatré, það gefur rosa svona hlýtt í hjarta.